Viðtalsþáttur Þórhalls Gunnarssonar. Hulda Gunnlaugsdóttir, fyrrverandi forstjóri Landspítala Háskólasjúkrahúss og núverandi forstjóri Åkershus Háskólasjúkrahúss í Noregi. Velkomin. Takk. Það mikil og stöðu umræða heilbrigðismál hér á landi og ekki síst út frá niðurskurði hvaða þjónustu á að veita og einnig hvernig eiga að efla heilsugæsluna á landsbyggðinni. En mig langar að byrja á því að spyrja þig hvort að stjórnmálamenn hér á landi deili sömu sýn og þú á framtíð heilbrigðiskerfisins. Ég hef nú ekki rætt við það núna, þannig að það getur verið gott meðan þú tækifæri. starfaðir. Já, á meðan ég starfa, það er sama sýn, en það er kannski framkvæmdin sem höfum hort mismunandi á. Stjórnarmálamenn eru kosnir til 4 ára að hafa sína ideológíu frá sínum stjórnmálaflokkum og þurfa að fylgja þeirri stefnu. Og svo er það við sem erum stjórnendur í heilbrigðiskerfinu sem þurfum að hrinda því í framkvæmd. En það er ekki alltaf það sem að ideológían er það besta eins og kannski það besta fyrir rekstur sjúkrahúss og þróun sjúkrahúss og heilbrigðismála. En maður finnur það að í rauninni oft hvað varðar, eða það sem snýra heilbrigðiskerfinu, það er hugsað til skammstíma, það er eins og það skorti framtíðarsýn og maður finnur það líka að hagsmuna og þrýstihópar hafa gríðarleg áhrif á stjórnmálalegar ákvarðanir, þannig að það er í rauninni alltaf einhvers staðar, heilbrigðiskerfið er alltaf einhvers staðar í einhverju dilemmu bara milli og í einhverjum átökum. Já, sko, við þurfum að gera okkur grein fyrir fyrst að heilbrigðiskerfið er sama með menntunarmálum, einn aðal þáttur velferðar þjóðfélagsins, eins og við höfum byggt upp eftir norrænu módeli. Og þar er þá heilbrigði til allra, án búsetu, án kyns, án trúamálar eða aldurs. Og svo framalega sem við erum með það sem leiðarljós, að þá þurfum við að hugsa hvernig getum við gert þetta til langframa. Við erum með fjárhagsáætlanir sem er bara 1 ár í einu og þá byrjar mann alltaf að karpa. Þannig að maður fær miklu minna heilsu út úr hverju krónu en ef maður þorði að fara í langtíma skipulagningar og þorir að forgangsraða og halda við það. En vantar þetta þor þá? Já, ég myndi segja það. Þannig að stjórnmálin hugsa ofskamt, það er það sem þú ert að segja? Já. Talandi forgangsröðun, það er alltaf erfitt að forgangsraða og sérstaklega að því vorum að tala um þrýsti og hagsmunahópa, þannig að þá ertu líka farin að forgangsraða sjúkdómum og sjúklingum. Hverjir skipta meira máli en aðrir? Ég held að við getum gert allt sem við viljum. En við verðum að þola að taka umræðuna og þola að setja á borði líka, það er ekki hægt að gera allt. En bráðaþjónusta er eitt af því sem skiptir mestu máli hér og nú. En langtíma fyrirbyggjandi starf er það sem skiptir mestu máli fyrir framtíðina. Og svo meðhöndlum við sjúklingarna á milli. Þannig að ef við getum byggt upp heilbrigðisþjónustuna þannig að maður hefur góða bráðaþjónustu, þú fær hjálp þegar þú þarft á því að halda, hvar sem þú býrð í landinu, en leið að stuðla fyrirbyggjandi starfi. Við notum allt og lítinn pening í fyrirbyggjandi störf. Við erum alltaf að gera við. Við skulum aðeins fara í þessu lýðheilsu eftir, eða þetta fyrirbyggjandi starf á eftir. Bara varðandi landsbyggðina, sem að upplifir að hún sé alltaf afskipt og það sé frekar verið að veikja heilsugæsluna þar og heilbrigðisstofnanir þar. Hvernig er hægt að styrkja þér þá með tilliti þess sem þú ert að segja að fólk geti búið við öryggi, góða bráðaþjónustu, að fæðingar til dæmis séu öruggar og þá í minni byggðarlögum? Ef við notum möguleika læknisfræðinar til þess að byggja upp góðar heilsugæslustöðvar eða læknamiðstöðvar eða við getum kallað það hvað sem er. Það brúa bil á milli heilsugæslustöðva og sjúkrahúsa eða sérfræðiþjónustuna og að bæði að rannsaka og meðhöndla fólk
í sínum heimabæ. En þú þarft þá að byggja væntanlega upp, hvað var að segja, sterkara kerfi, auka tæki þar, setja meiri fjármuni í það, eða hvernig styrkjur þetta? Já, það forgangsröðun og þetta það sem að heilbrigðisstarfsmenn Íslands þekkja mjög vel til, ekki bara möguleikana hér en hvernig að nota það erlendis, meðal annars rafræn sjúkraskrá, ein sjúkraskrá fyrir allt Ísland. Þá kæmistu inn í sjúkraskrána hvar sem þú værir. Það rafræn röntgenmyndatökur, nú sletti ég svolítið. Það hægt að taka myndir af brjóstkassanum, af lungunum á Ísafirði og senda myndina til Landspítala þar sem sérfræðingur les og skoða myndina og heimilislæknirinn getur setið á Ísafirði og séð sömu mynd og tala við sérfræðinginn og það hægt að byrja meðhöndlun á Ísafirði sem dæmi. Sama með allar rannsóknir, það hægt að taka blóðprufur og annað og senda það til Landspítala og síðan senda svörin rafræn allt land. Við tölum í Skype allan heim en við notfærum okkur ekki það rafræna möguleika sem við höfum þegar að heilbrigðisþjónustu kemur. Þannig að við það sem þú segir í rauninni, þetta svo aðskilið, sambandsleysið virðist vera þá algert og í staðinn fyrir einmitt að geta stunda sjúklingi heimabyggð þá erum við að senda landsluta á milli jafnvel á óþörfu. Já, meiri kostnaður og ekki bara ferðakostnaður, heldur líka að þú hindrar innlagnir eða kemur hjá innlagnum. Það bæði dýrt að liggja á spítala en það líka hættulegt. Og ég segi að það sé hættulegt vegna þess að það fólk veikt og það mikla sýkingar. Og sjúklingaöryggi að halda sjúklingi eða einstaklingum eins lengi í heimabyggð og heima eins og hægt Þannig með því, þetta virðast vera svona alltaf einfaldar lausnir og einfaldar hugmyndir af því að þetta í rauninni eitthvað sem við höfum til staðar en höfum ekki virkjað þessi samskipti og þetta samband. En með þessu getum við í rauninni stunda sjúklingar meira í heimabyggð með minni tilkostnaði fyrir allt heilbrigðiskerfið og skapa honum meira öryggi. Já, og leið laða fólk út á land. Vegna þess að heilbrigðisstarfsmenn á Íslandi eru mjög velmenntaðir, einna best menntuðu heilbrigðisstarfsmenn sem ég hef kynnst og ákafa fólk í að gera sitt besta. En við hindrum svolítið þróun á landsbyggðinni með því að gefa ekki fólk tækifæri til að þróa sjálfan sig, þróa þekkinguna, nota þekkinguna. Og það hægt að meðhöndla fólk, hvort sem það eru Húsavík eða Ísafirði eða Þórshöfn, bæði með því að senda fólk út á land, en líka leið gefa fólki heilbrigðisstarfsmönnum að þróa sjálfan sig og sína þekkingu. Og laða það út á land þá. Það talað talað að laða fólk og lækna út á land. Hvernig getum við laðað þá til Íslands? Það talað að jafnvel 500 læknar íslenskir séu starfandi erlendis. Einhver möguleiki á að laða þá til Íslands með einhverjum aðgerðum, með einhverjum breytingum, með einhverjum nýjungum eða að minnstakosti auka samstarfið á þar sem þeir eru starfandi þá úti? Já, ég myndi byrja á því að hugsa hvaða þekkingu þurfum að halda. Við erum einstaklingar og við viljum læra það sem okkur langar til þess að læra. En það ekki þar með sagt að Íslendingar þurfa á þeirri menntun að halda. Við höfum marga bæklunarlækna en við höfum fáa sýkingarlækna eða infektionsmedisínir, sóttvarnarlækna. Þannig hérna þurfum við svolítið að þora að vekja áhuga unga fólki eða unglækna til þess að fara í nám sem við þurfum á að halda, kannski að borga menntuna fyrir þá eða þau. Þannig að við ætlum að stýra þeim í námið? Út frá þörfinni. Já. Og það þarf að laða og sýna þeim hvað jafn gaman í einni grein eins og hinni greininni. En svo þurfum við líka á þekkingu að halda og Íslendingar fara mikið erlendis til þess að þróa sína þekkingu. En það líka hægt að bjóða þessum íslenskum læknum til þess að starfa tímabundið á Íslandi og þá fá margir þekkingu frá einum. Í staðan fyrir að senda 1, 2 og 3, þá getur einn komið og vera með fyrirlestra, kennt nýja aðferðir og margir fá að njóta þekkingu eins eða 2. En erum við að gera of lítið úr þessu? Til dæmis Landspítalinn í oflitlu samstarfi við erlendar sjúkrastofnanir og þá íslensku lækna sem að eru mjög færir á sínu sviði annar staðar?
Það er mjög háð einstökum fögum og ég held að við ættum að nýta þessa þekkingu enn meir. Við erum samkeppnisfólk, við erum metnaðargjörn og mikla samkeppni, en við ættum aðeins að horfa á samkeppnina, framhjá samkeppnina og nýta metnaðinn og bjóða þessu fólki heim til þess að kenna okkur og hjálpa okkur að koma áfram. Og ekki minnst til að spyrja okkur þeirra spurningar, erum við með besta mögulega meðferð, best practice? Erum við að nota rannsóknir, evidence-based medicine í okkar meðferðum? Það þarf líka, þið eru búin að vera á sama staði yfir lengri tíma og orðin svolítið öruggur í stólnum, þá er gott að fá einhvern utanfrá og spyrja spurningar, er þetta best? En hvað með, gætum við sett okkur einhver, hvað var að segja, stór markmið að verða best eða, hvað var að segja, mjög góð, afburða góð í einhverju grein, til dæmis hjartarannsóknum eða einhverju slíku, með bara ákveðinni sín og jafnvel með sterkari tengingu við lækna sem starfa erlendis eða fá þá til Íslands. Er hægt að setja einhverja framtíðarsýn að verða afburða góð á einhverju sviði með ákveðnum áherslu? Já, íslensk heilbrigðisstéttir, og við erum að tala um lækna núna, eru framúrskarandi á mörgum sviðum. Bæði rannsaka mikið, þeir birta greinar í alþjóðlegum viðurkenndum tímaritum sem þykir nú mjög gott og er vitnað í, en við erum ekki nógu dugleg til að nota það hér heima til þess að hvernig við skipuleggjum þjónustuna. Við höldum ekki nægilega vel utan þetta? Nei, við vitum hvað erum góð, en við notum það ekki til að þróa þjónustuna. Ef við segjum hvaða möguleikar innan læknisfræðinnar, hvaða aðgerðir er hægt að gera, eins og bara í hjartaskurðlæknar, opna hjartaskurðlækningar, verða færri og færri. Og í staðinn að þá er það röntgenlæknanir sem að fara eins og píparar inn í æðakerfið og loka fyrir og gera við, bara sem þau horfa á skerm í röntgen. Hvernig verður þetta um 5 ár? Og þennan hátt að nota alla þessa þekkingu og þá getum við sem erum stjórnendur byrja að stýra fjármunum á réttan hátt, við getum skipulagt þjónustuna á réttan hátt og við getum jafnvel stuðlað af breyttri menntun innan heilbrigðiskerfisins eftir möguleikana. En þegar sýnin að skorti, sameiginlegu sýn, þá er þetta erfitt. Já. Hvað með geðheilbrigðismálin? Maður hefur alltaf á tilfinninguna að þau séu einhverju leyti út undan og ekki síst að við séum að grípa of seint inn í. Við séum ekki nægilega bara fljótvirk til þess að bregðast við og sérstaklega áður en þetta verður að krónískum sjúkdómi. Hvar er hægt að grípa fyrir inn í og veita fólki stuðning? Sérstaklega í svona kvíðadebur sem getur þróast út í alvarlegra þunglyndi til dæmis. Ég veit ekki af hverju, en það er þannig að það sem eru svona, við getum sagt, bláljós læknisfræði, það sem er bráða, þegar maður sér þetta í bíómyndum, sjónvarpsþáttum, allt sem hefur með svona bráðaþjónustu að gera, það er svo spennandi og það geta allir tala um það. Allir þekki ykkur sem hafa fengið hjartaáfall en við tölum ekki svo mikið það sem er kannski 75–80% af geðheilsu eru bara venjulegt fólk eins og þú og ég sem við fáum, þunglyndi, kvíða, angist. Þetta er ennþá skömm. Þannig að við erum ekki tilbúin til að tala um það á sama hátt. Þannig að ef við þorum að forgangsraða því og líka meðferð ávanasjúkdóma, það eru cirka 20% af komum í bráðamóttöku á sjúkrahúsi er hægt að tengja áfengi og ávana bindandi lyfjum. En við spurjum sjaldan sjúklingin þann hluta, en þú gerir við sárin eða það eru beinbrot eða eitthvað annað, en þú ferð ekki inn á þau vandamál. Það vantar í rauninni að taka viðkomandi áfram til frekari aðstoðar. Já. Og það á væntanlega með geðsjúkdómana líka. Hvað með heilsugæsluna, er hún nægilega vel mönnuð eða sterk til þess að grípa til dæmis fyrir inn varðandi þessi mál og líka varðandi geðrænu sjúkdóma?
Ég mjög hrifin af stefnumörkun. Vegna þess að stefnumörkun, þá verður maður að setja sér markmiði og maður verður að forgangsraða og allir vita að hverju maður vinnur að. Það þarf líka heilsugæsluna og heimilislæknana. Hvaða kröfur gerð til heimilislækna? Þeir koma úr námi, hvað eiga þeir að meðhöndla? Hvernig eiga þeir að meðhöndla? Hvað með diskussjónir hjá þeim? Hvernig mæta þeir sjúklingum með geðheilsu? Hvenær leggur maður inn sjúklingin? Þannig ég gæti hugsað mér heldur bráðamóttöku fyrir allt. Að það er ein dyr inn og þaðan hvort sem það eru geðheilbrigðismál eða hvort það væri aðri sjúkdómar eða beinbrot eða slys eða ávinna sjúkdómar að það væri ein hurð inn. Og svo þið bara vísað á ólíkar hurðir eftir það. Já, og þá væri meiri stuðla kerfi hvernig þú myndir flokka sjúklingin. Og það sama fyrir heimilislækna og ekki minnst út á landsbyggðinni hvernig var hægt að byggja upp sterkar heilsugæslustöðar eða heilsuhús, getur við sagt, þar sem að allt væri tekið á móti. Já. En til þess að geta gert þetta, þá þarf maður líka þora að setja kröfur, sem ég vil ekki láta innan þau opinbera að stilla kröfur. Finnst það óþægilegt, I did it my way, vilja fá stjórna sér sjálfur, en inn í heilbrigðismálanum ekki lengur one man show. Þú þarft á bæði að hafa kröfur og þú þarft að framkvæma hlutina út frá þörfum þjóðfélagsins. Það gleymir stundum. Einkareksturinn, hann hefur nú mikið deilumál hérna og þetta byggir stund dálítið ótta og kannski eðlilegum ótta. Það að einhverju fara að reka einkaspítala eða með einhvers konar einkarekstur í lækningum. Menn hafa ágjörnum af því að það veiki ríkisspítalana, að ríka fólki geti keypt sig fram fyrir í röð og hinnir verða eftir. Hvernig horfur bara á þessa umræðu og bara það einkarekstur heppilegur til dæmis á landi eins og Íslandi? Já, ég með einkarekstri. Það sem að við erum með þetta svolítið blanda, þetta eins og kokteil hjá okkur. Við erum annarkvort, þú ert með hvoru tveggja án þess að hreindýrka módelin. Einkarekstur að því góða vegna þess að það yfirleitt það sem mann hefur talað lengi ætla maður að gera á opinbera spítölunum. Man fer aldrei og gerir það alveg, en ef maður fer í einkageirann þá þið kannski læknarnir meira einsráðandi og gera hlutina. Þannig að þeir draga okkur og ég mjög fyrir einkageira, fyrir hvoru tveggja. En ég meina, en óttinn, maður hefði á tilfinningunni að menn óttast líka sko eins og ég sagði áðan að ríka fólki fái þarna forganginn og líka það að spítalarnir sjálfur dragist aftur úr í samkeppni við einkageira. Við þurfum samkeppni, en ég skil ekki þá áráttu að mann þurfa að stjórna hvernig fólk nota peningana sína. Þegar það kemur að heilsu. Þú getur keypt þér stóran bíl, þú getur farið í skíðaferð til Frakklands eða Austurríkis, en þú getur ekki keypt þér heilsu. En þú reiður engum í burtu þegar þú kaupir þér bíl, en þú hugsanlega reiður einhverjum í burtu ef þú kaupir þig fram í heilbrigðisþjónustu. Það kemur bara fyrir að því opinbera. Þú kaupir þér stór hús. Þú ert að segja að biðlistin hjá hinn opinberi minnki þá að sama skapi, en þá höldum við því fram eða óttust við að læknarnir verði síðri vegna þess að einkareksturinn kaupi þá bestu. Sko, það eigum við bara eftir að sjá. Ef að mann þorði að nota vinnuveitanda valdið í opinberu geira, þá myndi maður komast hjá þessu. Útskýrðu það aðeins betur. Ef ég hafði þá hugmynd í maganum þegar ég var hérna forstjóri, stoppaði of stutt, en ef læknir eða hjúkrunarfræðingur aðrir vilja vinna í einkageiranum, þá getur ekki unnið hjá mér líka. Þú getur ekki þjóna tveimur herrum og það ekki hægt að fá laun úr sama kassa.
Þannig að þú vilt skera þarna á milli. Já, ég myndi segja að þú verður að velja hvar þú vilt vinna. Hver umbunnin þá við að vinna á ríkisspítala að þú getur ekki mætt sömu launum til dæmis á einkarekstri? Sko, laun ekki allt. Þegar þú ert búin að fá alla krónun sem þú vilt og þá fer þetta að verða eins og rútínu vinna hjá einkageiranum. Ástæðan fyrir því að fólk vil vera á báðum stöðum að því þetta er háskólasjúkrahús. Þar er þróunin. Þar hittur alla kollegana frá mismunandi greinum. Þar eru umræðinar. Þar er hitinn. Þar er spenningurinn, ekki svo mikið spenningur í einkageiranum. Það er þetta framleiða. Þannig að mér fyndist að við ættum að þora að segja, við höfum einkageira, fjármagnar eins og hann er, en þú verður að velja hvar þú verður að vinna. En vantar þá bara metnað í opinbera geiran, í ríkisspítalana sjálfa? Já, ekki ríkisspítalana, ég vil segja ráðuneytið. Og stjórnmálamenn, hérna er maður með stór orð en maður þorir ekki að framkvæma alveg vegna þess að maður er hræddur við hvað atkvæðin eða kannski hitt þróast betur eða verður verra, ég veit ekki en hér, mér finnst opinberi geirin, við erum eiginlega svolítið svona akkur er við ekki samkeppnishæf hvar er orkan? Hvað óttust við? Já, hvar er hræddu við? Það er ekkert að vera hræddu við og laun að hluta til geta verið krónur og aurar en það er líka ákveðið að vera með að þróa heilbrigðiskerfi og íslenska heilbrigðiskerfið er eitt af því besta í heimi. Þú vilt sjá að stjórnmálamenn bara setja mér í metnað þó það var ekki nema bara í hugsununa? Ég finnst þeir ekkert að vera að blanda sér í þetta. Þetta er eins og atvinnurekandi sem á fyrirtæki hér. Ef allt í einu, ég vil ekki nota neinn nöfn hér, en ef mann hefði Coca-Cola og Pepsi, að hérna ég sem fórstjóri Coca-Cola myndi aldrei senda minn bestu framleiðslustjóra til Pepsi. Þetta myndi mann aldrei gera í atvinnugeiranum. En hérna er allt í lagi að þú farir á milli og ef að fórstjóri vill banna þetta, þá verður allt vitlaust. Þetta er sko þessi tvísýni að hérna... Opinbergin haldi bara í sitt besta fólk og hafi þau meðul sem hann hefur og þá að undirlagi fórstjóra. Og svo getur fólk skipt þú segir upp starfinu þínu, þú getur sótt að koma tilbaka eftir 2 ár. Ég meina, fólk verður að líka lifa með eigin val. Það velur að fara þá í einkageirann. Kannski kemst ekki tilbaka eftir 2 eða 3 ár þegar þið langar til. En það er too bad. Það er val. Það er talað þetta nýja sjúkrahús og auðvitað skiptar skoðanum hvort að eigi að reisa nýtt sjúkrahús. Ég veit að þú vilt reisa nýtt sjúkrahús og telur það algjörlega nauðsyn, en er nauðsynlegt að reisa það í Vatnsmýrinni? Það er kannski þar sem að deilurnar líka er. Mér finnst maður hérna reyna að finna ykkur rök fyrir því að ekki að reisa þetta sjúkrahús. Ég held að fólk gerir sér ekkert grein fyrir ástandi Landspítala bæði við Hringbraut og Fossvogi, húsakynnum, þannig að það er númer 1. En að fara svo í miða við bæði rekstrarkostnað, menntun og svo framvegis. Sko, það er brýn nauðsyn og þegar mann byggir sjúkrahús á þessum tíma þá verður maður að taka tillit til fjárhagsástandi þjóðarinnar, hvað við höfum efni á. Og það er ekkit nice to have, það er need to have. Og ef maður ætlar að þvæla umræðinu staðsetningu til þess að reyna að komast hjá því að spítalinn verði byggður, ég held ef þú hugsir nokkur ár fram, hvaða heilbrigðisþjónustu viltu hafa fyrir börnin þín, barnabörnin þín, eða þegar þú verður gamall. En nú spyr ég þið satt sem áður, bara út frá staðsetningunni, burstið frá hinnu, er Vatnsmýrin einhver lykil staður fyrir staðsetningu spítalans? Eða skiptir það einhverju máli? Frá minni þekkingu og sjónarhóli meina ég að það eigi að byggja í Vatnsmýrinni. Vegna þess að þú getur nýtt gamla húsið í göngudeildar. Skiptir flugvöllur einhverju máli? Nei. En er flugvöllur aukaatriði í þessu? Sko, bráðasjúkrahús verður að hafa þyrlulendunar pláss eða pall, já. Það er alveg krítíranum 1, 2 og 3 og meðan spítalinn er nálagt flugvellinum að þá kemstu nú hjá því að byggja þennan þyrlupall, þannig þú spara peninga. En ef ég ætti að velja út að efstu hillu hefði nóga peningum
og gæti fara að hugsa þetta aftur án þess að vera að velta sér upp úr í næstu 5-10 ár hvort við eigum og hvar við eigum, að þá myndi ég nú kannski skoða staðsetninguna einu sinni en ástandið er þannig að það er ekkert eftir neina að bíða, það er búið að taka ákvörðuna, það er búið að fara í gegnum skipulagsmálin með Reykjavíkurborg, það er búið að skoða umferðina og alla aðra umferðaþætti eða nágrannistætti við sjúkrahúsið. Þannig ég tel þennan kost mjög ákjósanlega. Eitt bara örstuð í lokin, ef þú fengir embætti heilbrigðisráðherra á morgun, hvað er þitt fyrsta verk? Örstuð. Mitt fyrsta verk væri að safna saman þessu frábæra fólki sem við hefum heilbrigðisfólki og fólki frá áhuga eða þrýstuhópum eins og maður kallar eða frá sjúklingafélögum og skoða hvaða möguleiki að framkvæma á næstu 10 árum innan þess fjárlagsramma sem við höfum að ráða til næstu 10 ára. Kalla alla borðinu og setja stefnumörkun til 10 ára. Já, og síðan fara strax í framkvæmd og ekki vera að láta máli vera að veltast fram og tilbaka þannig við missum af öllum þeim möguleikum sem fyrir framan okkur. Hulda Gunnlaugsdóttir, kæra þakki fyrir komuna. Eftir 10 fréttir og veður verður sýndur þáttur úr breska sakamálaflokknum Dauðir rísa og endursýndar aðþrengdar eiginkonur frá fimmtudegi.